Það er komið að aprílleiðsögn fyrir ljón. Þetta er opinn lestur og á við fyrir suma en alls ekki alla, svo takið til sín sem eigi. Við fyrir beint í lesturinn og byrjum að athuga hvaða ljón ég er að tala við. Það er leiðsögn fyrir ljón. Og komandi framtíð, líklegustu framtíð fyrir ljón. Ok, elsku ljón, ég sé að hér hefur verið svolítið að vinna út frá hugsjónum þínum með ofboðslega margar áhugaverðar, flottar og fallegar hugmyndir. Þú ert með einhverja innri sýn hvernig þú vilt að hlutinni gangi fyrir sig eða eru. Þetta getur við átt við í skapandi starfi, í vinnunni þinni, í félagsstarfi eða eitthvað sem þú gerir. Eins og ég segið, það er einhver hugsjón sem þú hefur, sem þú vilt starfa eftir. Og það hefur verið svolítið leiðandi kraftur í þínum verkefnum. Og í dag þá ertu að sjá svolítið á margan ólíkan hátt hvernig þú uppskerð eftir því sem þú sáir. Þú veist það nú þegar. En þú ert að taka eins og eftir í kringum þig á stöðum sem þú hefur kannski komið við á í verkefni sem þú kannski aðeins snertað eða komið að eða jafnvel hjá fyrrum samstarfsfélögum. Þú ert að taka eftir breytingum, þú ert að taka eftir sérstaklega hjá þeim sem eru raunverulega uppskera kannski ekkert rosalega vel af því að þau hafa ekki sáð neitt rosalega vel. Og þú ert að taka eftir því í kringum þig hvar vöxturinn er og hvar er ekki vöxtur. Að þú veist að það sem þú vökvar það vex og það sem þú gerir vel, það dafnar. Og svo ert að sjá munin í kringum þig. Ok, þetta hefur gengur vel af því að það var vökvað, þetta gengur ekki vel af því að þarna er eitthvað ekki að ganga upp eða þarna er eitthvað ekki í lagi, jafnvel eitthvað rotið. Og það er svolítið verið að benda þér á að leyfa þér að vera svolítið picky, að leyfa þér að vinna algjörlega eftir þínu innsæi og þinni innri visku, hvað varðar hugsjónir þínar, gildin þín, það sem skiptir þér máli, að vera ekki of sveigjanlegt hvað það varðar og fylgja svolítið með því hvar vöxturinn er, að fara svolítið eftir því að þú sjáir hvað er að vaxa og af hverju, að það sé einhver vettvangur fyrir þig, að ekki stíga inn í verkefni eða inn á vinnustadi sem þú finnur að það er verið að vökva eitthvað sem að þú kæruð ekki að vera hluthaf. Þannig að leyfðu þér að vera svona svolítið picky. Þessu fylgir að þú þarft að sleppa ákveðnum hugmyndum og ákveðnum kannski tengslum líka. Þegar maður sér þess kannski hjá gömlum samstarfsfélögum eða á gömlum svona hobbystöðum eða einhvers staðar þar sem maður hefur verið þátttakandi í starfi einhvers staðar. Eða getur verið það svona félagsstarfi þegar maður sér að það eru breytingar að verða sem eru ekki eftir gildunum manns eða fara gegn þeim jafnvel. Mannabreytingu fylgja alltaf einhverja breytingar og maður getur ekki alltaf verið sáttur við allt. En þar sem þú spottar og pikkar upp að þetta samræmist ekki þinn standard, þetta samræmist ekki þín gildi, að þá er ágætt að bara sleppa tökunum á þeim stöðum þó að það sé kannski pínu bömmur sem fylgir því. Að þannig er kannski gamalt starf sem að manni þótti vænt
samstarfsfélagar sem að manni líkaði að vinna með, en hins vegar þegar maður sér að grunnurinn er að grotna, að þá vill maður bara færa sig annað og maður getur ekki endalaust verið að bjóða sér upp á hálfkák eða eitthvað í starfi sem manni líkar ekki eða fer gegn gildunum hans eða siðferðinum hans eða það er endalaus pressa um að sveigja sig og beygja eftir eða gegn hans eigin gildum. Það er líka leiðsögn hérna að taktu svo litið skrefi aftur og bak hvað þetta varðar og horfðu á heildarmyndina. Vertu svolítið íhugult og skoðandi, leyfðu að vera gagnrýnið og virkilega horfðu á hlutina frá nokkru sjónarhornum og leyfðu þér að vera gagnrýnið og meta. Við viljum oft fegra það sem við sjáum bara þegar við viljum að hlutinni sé betur en þeir eru. Við þurfum stundum bara að standa frammi fyrir því að það einfaldlega er ekki, að stundum eru hlutinni bara ekki góðir. Þannig að þá þurfum við stundum bara að sætta okkur við það og þá er tími til að sleppa tökunum. Hvað framtíðina varðar að þá eru svona hugsjónir þínar svolítið að skýrast. Það sem að skiptir þig máli er ofar á yfirborðinu, sérstaklega fyrir það að þú ert að leyfa því að taka stærri sess hjá þér. Það er svona ákveðin skýrleiki í því að þú ert að taka ákvarðanir út frá sjálfu þér og því sem skiptir þig máli, gildunum þínu, réttlætiskenndinni þínu, siðferðinu þínu, að það er að taka meira pláss og fyrir vikið þá verða ákvarðanir þínar svolítið einfaldari og á besta mögulega hátt. Þannig að verða miklu auðveldara fyrir þig að velja út frá því sem að þú veist að er rétt eða ekki rétt fyrir þig. Og smá auka einsýn hér. Ok, það er smá endurtekning hérna á sögunni sem ég var einfaldlega að segja að hér er svolítið þessar hugsjónir af þetta sem skiptir þig máli, grunngildin þín, siðferðið þitt, réttlætiskenndin, þessi hlutir sem að þú vilt að sé á kristaltæru fyrir þig og mikilvægir hlutar í þínu starfi, að þeir eru mjög sterkir og þú ert að sjá hér þetta fyrirbæri í kringum þig, það sem þú vökvar það vex, þú uppsker það sem sáir og þeir sem að sá illa eða vökva það sem að er ekki fallegt, þeir uppsker eftir því og þú þarft ekki að vera hluti af því frekar en þú kærir þig og það er oft erfitt þetta að segja sig frá, sérstaklega þetta eru kannski gamlir vinir og vinnufélagar eða félagsstarf eða verkefnastarf sem að manni þykir í grunninn mjög væntum og maður kallar svona einhver leyti svona pínu fjölskyldutengingu oft, það er oft þannig sem að skapast í því sem maður gerir þegar maður er að starfa mikið með öðrum, verða svona eins og önnur fjölskylda og þá er fyrir vikið oft mjög sárt að kúpla sig frá því. En hins vegar þá er hér að vera að benda á, samstarf gengur ekki nema þú hafir trú á því sem er að eiga sér í stað. Ef þú ert sjálft fyrir að missa trúna á því sem er í gangi núna, að þá er ekki gott fyrir þig að bendla þig við það. Það er betra að slíta samstarfi allan að tímabundið. Og aftur kemur, þú vilt rækta þetta sem að þú trúir á eftir þínum gildum og þínu innsæi og með þínar hugsjónir alveg kristaltærar.
En það er það sem að kallar til þín, þó það þýði að þú þurfum mögulega að tímabundið, ótímabundið, hver veit, segja þig frá samstarfi annar staðar. En ég ætla að fá hér eitt spil úr öðrum stokki til að fá bara öllum skilabóðsinn í lokin til að taka heim og saman. Það kemur hér spilið The Wounded Adult, hinn særða fullorðna vera sem að vill benda á að það er heilun í því að finna tilfinningar sínar, og þessu fylgir að við sem fullorðnir einstaklingar þurfum oft að gangast við alls konar skrýtnum tilfinningum og standa með þeim, sérstaklega þegar að siðferði okkar og gildin okkar eru í húfi, að þegar við finnum innra með okkur að eitthvað er ekki rétt, þegar okkur líður ekki vel með hlutina, að það þurfum að bera virðingu fyrir því og ekki bæja tilfinningunum frá, heldur að leyfa okkur að upplifa tilfinningarnar okkar, meta þær, veita þeim viðurkenningu, upplifa þær, finna þær og velja svo hvað við gerum með þér. Þannig að leyf þér að finna allt sem þú ert að finna, ekki hafna tilfinningur þínum og leyfðu þeim að koma upp þannig að þú getur unnið úr þeim og skilja það þann hátt að þú vitir í hvort fótinn þú er að stíga í rauninni, í hvaða átt þú vilt fara. Það ætlar að segja að þessari leiðsögn lokið. Ég vona að skilabóðin ráti sonn og rétt til þeirra sem þurfum að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.